eftir korter. Skora 7 mörk á 12-13 mínútum. Mörk úr öllum regnbogarslitum og það sem maður saknaði var að einhver myndi ekki mæta og láta hann finna fyrir sér. Þetta er Þýskaland í Þýskalandi. Öll þessi lið sem við erum að bera okkur saman við, horfa á hann leik, fylgjast með þessu og þá verður einhvern veginn að vera meira moment í okkar mönnum að sýna fyrir hvað við stöndum. Af því að í þessum varnarleik, í þessum hlaupum tilbaka, þá stöndum við ekki fyrir neitt. Þannig að vantar alla ákefð, vantar alla baráttu og að Knorr hafi ekki legið einu sinni í dúknum og fengið 20.000 þjóðverjar til að púa okkur. Það er rannsóknarefni, sko. Mér finnst líka bara eins og þarna síðustu 2-3 mörkin, en Ómar hann er bara einhvern veginn ekki í sambandi. Hann hleypur á bakvið hann er út alveg niður á 6 metrum, hann er aldrei að snerta hann. Hann skorar bara, og það er náttúrulega engin hjálp í því hvert markmönnum okkar sem er kannski svo önnur umræða en það. En Vignir, það hjálpaði okkur ekkert rosalega mikið að Andreas Wolf varði 3 víti í fyrri hálfleik og við klikkum á 5 vítum í þessum fyrri leik. Nei, tökum ekkert á honum. Örugglega besti markmaður í heimi, en Ómar er bestur í heimi, skilur fyrir okkur og örugglega fyrir sjálfum sér. Og við gerum bara þá kröfu á hann og Óðinn eða Viggo og hvert sem ætlar að taka þessu víti að skora allavega aðeins meira úr helmingunum á vítunum og ég held að þeir viti alveg best sjálfir. Þeir eru bara að skjóta á Wolf í hverju viku, sko. Þannig að þetta á bara að vera just another day at the office, sko, en þetta er ekki að vera viðbyrðið allan. Hann heldur betur. Þeir bara sjá alla markið þegar hann er svo samfærandi í þessum markvörslum að það er bara, við erum ekki nálægt í. Þetta var svolítið eins og töpuðu boltum. Þetta var bara ekki í lagi, allt úr sambandi.